eins og bara in general taking a dig in the ass er a risk. Going on, cocksuckers. Það sem ég að segja. Dude, grab the mic, man. Þetta byrja. Þetta podcast, no preparation, man. Nothing at all. Allt. Við erum með Pepsi, við erum með bjór. It's good to go. Arda, þú ert að mæta hérna 9. skipti. Þú ert bara með Níunda. Þú ert með eitthvað Robert De Niro stæla hérna. Ég veist Já, ég er búin að horfa að gefa margar Robert De Niro myndir. Ég horfði á The Irishman. Já, varst mér sá hana? Alla myndina. Hvernig, ok, dude, hold on. Point the mic aðeins betur á þig. Ó, já, guð, headphones, man. Heyrðist ekki. Við Við erum með headphones. Ó. Þú varst búin að tísa mig að ég geti heyrt í sjálfum mér anda. Það er einu sem þarf að tísa Arda til að láta koma hérna. Stelpur, all you gotta do, baby. Þetta er bara saman til mig. Figure it out. Ég held að þú væri með eitthvað gæja í þetta. Ok, við erum ekki komin í nýja stúdíu strax með það. Já, ég ætla að segja hann að Þetta er ekki svo tengt. Á, ertu ekki búin að gera það bara? Fyrirgeðu. Yo, fuck this podcast, man. Já, fuck your podcast. Og þið vitið, þetta er nákvæmlega hvernig þátturinn kemur út, sko. Absolute chaos. Hvernig, ég komin ekki að stillingar hérna, maður. Herri, yo, peep the sounds, maður. Hérna. Þetta er næs. Ok, viltu herra? Bibbidi, babbidi, skibbidi. Þetta er fín. Hvernig finnst þið það? Ég held að þú hljóma vel, sko, hérna. Ok, þá eru komin. Ok, checka þessu. Byrjum á hérna bleika. Yes! Every fucking potti að frikka. It's back! Nathan is back. Það var sick að heyra þetta. Já, maður er loksins með heyrta Þetta shit, þegar þú ítir á hann að taka og það kemur eitthvað svona smá hljóð úr þínum heyrnartólu sem er á borðinu, Já, það er ekki nóg. Maður svona, það er ekki stemningir. Það er að segja, allir hinni þætti mínu sökka. Ég er að bjóna minna, þetta er 9. skipti. Og ég er svo þakklátur, ég er svo stoltur að þér. Takk fyrir það, maður. Ég var að segja þér áður en podcastið byrjaði, þú veist að segja mér meira frá Pepsi-deildinni, eitthvað svona, nei, Pepsi-stúdíóð. Já, maður, nýja stúdíó sem kemur maður. Það er fáránlegt, ég er svo stoltur að þér. Takk fyrir það, maður. Og ég ætlaði að segja líka, við vorum að tala um það, við ætlum að brjóta þetta stúdíó inn almennilega. Og þetta er eiginlega perfect, þetta verður 10. appearance, sko. Að ég ætla að bara býða, skilur. I'm pretty sweet. I'm pretty sweet. Kannski, hold on, hendi mig eitt annan hljóð áður ég hoppi hérna. Hvað hljóðar við með? Ok, ég held að þetta er skamla. Nei, það halda óksla margir í þessu komið tippi, en ég er bara ekki komin með tippi. Ekki ennþá. Nei. Ok, þetta er terrible quality, en Já. Ég þarf að læta. Ég held að ykkur var alltaf kílan í hálsin. Já, ég veit ekki hvað þetta var, maður. Akkur þú með þetta? Ó, þetta er líka í botni. Hold up, prófum hérna, ég held að þetta sé ekki neitt. Já, þetta er the rape sound. Alltaf þegar þú klórar á þau pungin fucking. Ég nennir einhver big fan af poddunni á Frikka. Nennir einhver að finna það á YouTube eða bara það sem þú getur séð vídeóin. Og tekið compilation, gerðu það. Tekið compilation af hversu oft hann klórar sér í punktnum. Gaur, hann kannski grafar hann og hann tjaldar hann niður. Herri. Hann tjaldar hann niður, hann tekur sveppoka fyrir vinsthendunum svo hann getur klórað sér lengur. Hann er stundum alltaf lengi. Og þið vitið það núna, þið spottið þetta, þið komið með compilation. Ég tek alltaf eftir, ég er alltaf fyrkt í fucking tánum mínum eða eitthvað. Þetta er hann, skilur, maður alltaf hann. En þú veist, núna, ég byrja bara að klóra raskanum minni, það er ekki bara betra. Það er ekki svona... Veistu hvað þú gerðir? Þú fórst frá tippinu, tærnar í raskan. The whole motherfucking package. Þú ert ógeðslegur. Hittum annað soundina, maður. Þetta er bara classic, ok, ég veit að þetta var gott. Fokkan er spik fucking feitur. Classic kilo. Það er puttinn að fara upp í raskatinn. Fokkan er spik fucking feitur. Þú er bara að fara 1000 hérna í raskatinn. Ég trúi þér ekki, sko. Ég meina, þú ert into toes and shit. Er það like the appeal? Svo kemur þú, throw me under the bus real quick. Ég er alltaf ready, maður. Fuck you. Já, ég er into tær. En þú veist, ertu að setja ásakið my language en að í raskatinn eða bara munnin eða around the face, þú veist hvað? Wow, interesting update. Ég var ekki búin að segja okay. Nýtt update með 1000. Það er real interesting að þetta popped up. Er þetta svona vikilegt conversation? Við fórum frá Tippi Tærta þín og you asshole yfir í tærn in general. Getur þetta á nýja lag hérna? Hey, it's actually
Það bara, þú veist haus, raskatær og þetta ekki Þeir eru með heimavinnu núna Allir hardcore fans eru með heimavinnu Þetta er alltaf ekki að 12 ára krakka Mamma, ég er að finna tá og tippamyndir Hvað, don't you understand, you know, come on, the podcast Ég ætla að vona að sé ekki frá Jú, það er frá þér Hey, wow, ok Nei, ég var að tala the compilation Þegar þeir skoða hversu oft þú fikk þér í tæknan eða eitthvað Ok, við þurfum að tala þetta ógeðslega. Ég ætla að updata þið á my feed thing Það er komin nýtt experience Sko, áður en þetta gerði sem ég var að segja þá svona að fíla ég kannski meira bara að horfa þér Horfa mig? Nei, ekki Þærna, þú veist Ég fílaði svona meira bara svona horfa þér finnst mér, ég veit ekki það var no, ég veit ekki hvað var og líka bara svona alltaf þegar ég pældi í að gera eitthvað, þú veist, með munnunum mínum þannig að sleikja eða sjúga eitthvað, þá hugsa ég alltaf bara strax, oi Já, því maður þekki táleiklega sína skilur Já, ég veit ekki samt af hverju ég hugsaði alltaf oi út af því ég er svo attracted samt to them en ég vildi ekki þetta er svona disgusting en svo prófaði ég það daginn prófaði það bara sjúa, sleikja bara að fá hérna kusk bara milli tærnar I don't give a fuck sko. Ég prófaði það all out hana, og það var great, definitely þetta er svona saga og dæmi þegar þú heldur að þú gætir hagnast að því að prófa þetta og þetta er risky Þetta er svona, þú veist, þú setur þetta á listan fyrir 2022 eins og bara in general taking a dig in the ass er a risk kannski fyrir alla því kannski fílar það ekki neitt þá var það bara waste Þannig, bro, it's experience It is experience og þú veist ekki fyrir en þú prófar það that's my point ég er bara ánæður að Er þetta leading into eitthvað svona þú var að bjóða mér eitthvað partí í bænum með eitthvað Hvað þú alltaf tengdur öllu You fucking self-centered faggot Ég er að tala tær Hefur þið séð Við vorum að tala tæna mína á hann, ok Ég veit ekki hvað orði ég á að nota til að lýsa þessu Tónum You don't like my socks? The bamboo socker? Ég er að ljúga, þeir eru ekki eins og það slæmur Sokkarnir mínir Ég er bara að segja ég ætla að segja eitthvað mjög ljótt tásundaginn og bara tökja að grína en þeir eru næðum Dude, pappi er með drekakló svona fucking hann er búið að laga hann en ok, ég myndi bara eitthvað Þurft að nota sleeper og eins og Shrek Not even kidding, sko Nei Það þurft að nota svona eins og Joey Diaz svona Oh my god, bara alveg vél tækið Ég er speaking out of my ass, sko, ég veit það ekki en ég assume svo Ef það þarf vélknúna vél Ef það þarf eitthvað vélknúið til að klippa þau dánegluna Já, það er ekki allt í lagi Það er ekki að það var ekki eins og hægt að klippa, sko, þetta sem gerðist Já, ég veit, því það var orðið það þykkt Var það byrjað að svona curla niður Dude, just give me ég man alveg oft eftir Ég get shit hann á pappa vividly, mjög lettilega Það er aldrei gott Þegar þú getur shit hann á pappa mjög vividly, það er aldrei gott At any moment Ég myndi að bara, þú veist, stóra tanna hérna, right? Og það var bara gat í miðjunni að það var bara svona það datt eitthvað á hann eða eitthvað brauð tanna einsinni og nöggli bara náði aldrei að laga þessu hún var bara svona cool crater og bara hún var alltaf jafn á sig hún var bara eitthvað gulgræn og eitthvað í miðjunni þannig það var gat bara svona fullkomlega Nei, þetta var svona caved in ógeðslegt og eitthvað skrítinn texture og eitthvað Þannig hún var svona klofin svona Já, niður nöggli var kannar vennilega framan, sko This is disgusting, þú ert að hlusta á þetta maður En hún var klofin, hún var byrjað að fara svona inn í Já, því að misti að datt eitthvað á tána Já, datt eitthvað á nögglina bara Þannig hún brotnaði bara og hélt áfram að gróa svona inn í tána I guess, sko, I don't really know, sko En ég man bara, ég sá þetta Ég hafði séð myndir af þannig Það sem það brotnaði svona tánögl og það hélt áfram að vaksa vitlaust og það bara heldur áfram að vaksa inn í húðina Ég er ekki lent í svona að, þú veist, við vorum að tala um þetta daginn Ég hef aldrei notað nail clippers, bara aldrei Ég hef alltaf, you're disgusting Ertu að fara að segja mig það að þú verður aldrei notað nail clippers Ég sagði þetta last week, kind, ok? Ég segi news Ég vissi,
Wow. Let me put it straight, sko. Ég, þú veist, á fótónu það bara notar að puttana, skilur. Þú bara fucking croppa þetta. Ok. Ég myndi aldrei setja... Ég held að það segja mér að þú sagði mér þú nag... Nei, nefnilega 50-50, sko. Ég naga stundum... Ég ætla að reyna að útskýra af hverju ég var alveg strax. Þú sagði mér bara að þú hefur aldrei naglaklippur og þú talaði bara puttana þína og þú talaði að naga þá. Svo var ég alveg, no. En naga stupid orð, sko, ég hef séð these disgusting people, þú veist, taka nöglum og svo bara wishing them around in your mouth bara, þú veist, eitthvað fíla bræði fuck out of here, ég classy you know, ég ætla ekki að ljóa, ég hef gert það nokkur sinnum see this, þú ert alltaf með ógstæðan þú ert einn að steika þetta tær en ég hef líka geimt tyggjó fyrir aftan eira mitt sem þú þú veist, fuck is that by the way, þú veist hvað? Mér hef aldrei langað jafn mikið að nota orðið fag Ég fatt ekki að þetta baður það svo mikið Ég horfa á þig og ég myndi ekki tala svona oft þetta ef það væri ekki eitthvað from my end Ég reyndar ekki en það var alveg hot point voru við ekki Auschwitz eða eitthvað og þú allt í einu ert bara eitthvað með tyggja á eyrun og ég bara eitthvað wow, afi hvað er í gangi? Nei, ég held að það var upp í sumarbústaðnum já, það make sense á Íslandi með þú líka, Bjarka já, þú verður aðeins afalegri af vestan, sko þú veist, þú út með kaffi Norðan já, horfðu fjöllin Norðvestan ég er alltaf með þess að gegja mynda við erum 94% faggots að ég mástu myndra þér þú heldur eitthvað kaffibótunum svona eitthvað á fucking pallinum á veröndunum geggju tindaminn, sko frábært tindaminn í jeans með belti já, akkurat það var eitthvað subtly faggot já, ég vildi ekki segja það aftur ég var að nota orðið svo oft ég vildi ekki segja orðið aftur hvað er með fag, ég elska orðið fag í dag ég ætla bara hreinskilin, ég elska orðið fag we had this conversation orðið a couple episodes ago let's ring around the rosy förum aftur í það en eins og fag ég heyri það aldrei á okkur íslensku efni lengur það er bara, en segja hann ekki, skilur ég ertu að tala bara F-A-G-G svona eins og segir fag faggot, bla bla bla, segir þetta ég heyri ekki í svona fjölmiðlum whatever en hvað með faggi? maður heyri þetta svo lítið en svo hittir maður gauðra og maður er bara með þeim þá segir þetta, skilur veistu hvað, ég er svona sammálaður með að ég heyri þetta ekki eins og það mikið þetta er svo, held að það sé alveg pretty frowned upon ef við myndum fara nú til þetta fala og segja bara faggot, hvað myndi gerast? You know what, ég bara áður en við tölum út af því, mér langar að segja nokkuð hluti let's get real serious all the time no, let's break it down nei, það vil segja ég veit ekki hvað ég leita með ég var bara að geta ég ætla að spyrja þig með orðið eins og ég er mjög sammálaður ég hef ekki heyrt þetta orð oft og meira að segja in the locker room skilur við bara svona meðal pretty manly guys og manly women out there you know, ég veit það eru manly women out there too we can't forget them en ég heyri þetta ekki einu sinni meðan þeirra og ég er að pæla hvort það sé bara út af því að það er byrjað að take into effect að það er ekki popular ég held að það sé lengur byrjað ég held að byrja 2010 sko. og það er ekki einu sinni conscious þú veist ákvörðun að ekki segja það bara er ekki einu sinni cool lengur finnst mér eða svona það er ekki með sama pop eða I don't know nei því núna finnst mér að það er svona þú veist cunt that lovely word ég ætla að leiðri þetta eitt ég sagði orðið cool ég sé eftir því ég var ekki að meina cool ég var að meina þú veist ég kallaði þig fag og það var ógeðslega fyndið og það var ógeðslega gaman og þú kallaði mig fag og ég var alveg goddammit góði vinnir það er ekki ég mikið lengur nei akkurat ég meina mástu Bill Burr bit what a fag þú veist það kann gera anything og koma og kalla vinnur hans og á mótunum what do you want a muffin a fag what do you want a muffin þetta er eiginlega eina svona ég get við Jón ennþá bara því við segjum þennan brandara gett mikið við hvort annan þennan brandara þú veist what a fag já þeir alltaf að vitna í þetta bit you want a cookie pussy cookie maður stekki þetta er bara Bill Burr sko jú ég man eftir þessu biti var ekki verið að gefa honum svona free cookies eða eitthvað
Það, Var ekki já, svona- nei, hann var lappandi in the free, in a fucking free market, eitthvað svona food market Yeah, right og fyrsta biti var eitthvað Ó já, hann vildi bara fá kökur right, en hann gata ekki út í að með vinu sinum já, Það var, eitthvað svoleiðis. þetta er nefnilega the thing Þetta sýnir hversu góður comedian Bill Burr er Þetta var svo simple En Bara lítið. svo fyndið Unconscious hann, dot. hann bara, hann vildi ekki fá sér cookie Ég er a little faggot En hann gerði þetta svo fyndið En þetta er bara svo, nothing special about it Man bytti eftir á held ég að undan eða eitthvað var hérna, þú veist, kærastan hans var eitthvað að gena on his nerves og hann var bara eitthvað pirrar í búð og hann, we think it a pumpkin, we think it a og hann bara stáð með oh my god, you wanna smoosh that fucking face into that pumpkin Hann er do you see orange? Hann er kongur Hann er kongurinn í að herrum eftir konum Hvað með bestu konur Hann bara þegar þetta er hvað maður upplifir allavega mér líður eins og ég hef upplifað þetta vibe bara hann kann að búa til the vibe Útskýra aðeins sem fyrir okkur. við Já. I'm about to do right Já, now já, já. hann kann að útskýra the vibe sem við fáum þegar gælurnar eru overwhelming hann kann að útskýra það Rosalega svo vel bara með þetta right here en það verður bara svo hátt, svo fljótt that's exactly it og það er bara og það er Þú verður að to preface it, þetta er svona, þú veist, þegar stelpan þeir eru úti í smálindinni viltu ekki sko hefðu? já, þetta er náttúrulega bara you know, Elskar, viltu halda pókuna, viltu ekki og þetta verður bara allt of mikið já, þetta er bara petty shit Já, þú veist. petty shit bara þið bæði líka og líka þú ert pirraður nú þegar, það er af hverju hún hljómar svona og ég meina, og veist, that's the only reason það er eina ástæð af hverju hún hljómar svona það hljómar enginn svona en hún hljómar svona út í þú ert pirraður og nú Það er inn í þegar heilaginu, sko. Já, þannig það er two Til sides eru- to this coin og líka sko, þú veist ég þóla ekki þegar maður tala um eitthvað svona svo, þú veist, heyrir maður bara, maður er kall, nei, hann er konu hattari ég er ekki mun að fá neitt svona ég fæk svo mikið svona weird bullshit í oh byrjun shit, be dong til að fyrir Pepsi-dildina Það er ok, en það með lagur að ræða hans með það fucking, hérna já, frikka ég bæta það ég heyrði allt í henni ekki gegnum heyrðandur bara in real life það var svo var það ekki næs það var mjög næs snap back to reality alright þetta fuck var ekki was rétt ég var að reyna að muna eftir einhver lag ég sagði ekki svo rétt þannig að, dude, hérna ég er náttúrulega að tala um þetta podcasti sísta mánu að ég ætla að fara uppkast sem er svona eins og Netflix fucking right, en það allt í hennu í desember sendi maður á mig sem heitir Davíð Góði hann er svolítið þekktur á Instagram hann er þessi típiskur myndaðulegar þeir eru allir svo fucking sexy perfect skin og eitthvað ó já It's stupid, sko. Stupid sko bara er hann ekki með OnlyFans líka það nei, er bara dumb business move að ekki vera með það hann er Já, svo ok. good í the photography hann geti gert eitthvað svona little drone shot of his dick já ok, drone það er stóð svo og eldgóðsinu létt það er svo létt pounding maður whatever anyway, Ég er bara að Davíð segja Góði, rosa sexy maður planning ideas já. og hann allan að bara kom í samband um mig og var bara trúði bara á mig, hann var bara að segja þú veist að ég er bara að fylgjast með podcastinu og hann langar að hjálpa mér að stækka þetta og vera stærri og veist, kind of seems a little too good to be true sko, en you know, who knows, kannski á næsta ári verði ég bara herri, ég blankuður og taka þetta penningin af mér þegar hann er búinn að taka þér aðskættu já, okkur sem alltaf planið sko ég get ekki sagt I told you so that's what I'm gonna say now þú segir bara, where's the line ég er rosalega bjart sín með þér bara ég vil ekki einu sinni bara for your út af því ég er búin að þekkja það svo lengi og samtun ég vil ekki einu sinni trúa því svona núna bara að með að við erum að tala um þetta og ég er að pæla í því ég vil ekki að þetta sé eitthvað bullshit ég var í pirraður fyrir þig þetta er bara svo, þú myndir koma herri, guð, að vera að bjóða mér hérna spot every week það var að bjóða mig fucking hérna fasta það var að bjóða mig fasta hvað er þetta gigs nei, hann er corporate gigs já, 100 skall á viku tvisvar á mánuði í 6 mánuði bara eitthvað svona legit pinningur og svo og ég veit að þú mynd lendi í a million times allir saman, ég hef lendi í þú veist fólk er að koma inn og hei, það gefur sponsor svo svolítið, puff, we're gone bara þurftur ekki eins og kasta sprenginu they did it themselves þannig að fucking já, allar, ég hitt hann í fyrra dag bara, ég hitt hann á Fit Studio hans og þetta er þess að skjáskóð.is sem er basically svona eins og snjókætti.is shout out to Alex svona photography bara dót, hann býr til auglýsingar
hann rattstýri fyrir F1 á Íslandi rattstýri What is F1? F1 racing og Rattstýri, það commentator hann kommentator og svo selur efni til önnur lönd og eitthvað og hann sýndi mann bara huge booth með F1 þannig hann að gera íslenska commentary fyrir F1 bara fyrir bunch of countries greinlega getur þú bara greinlega eru þúsundir commentators já, þannig það þarf alveg fullt af commentators ok ég hef aldrei pælt í því að það til high demand fyrir commentators same ég held að það væri bara alltaf 2 gæjar í hverju þjóð akkurat í hverju þjóð það eru 2 bubbar eða lappar og whatever the fuck og það ekkert annað til hvað heitir gaurin sem var hana hvað er það Gummi Ben Ísland farið heim nei, mein þetta búinn Gummi búinn já það ekki, Gummi Ben ég held það jú, Gummi Ben allar, ég kíkja þetta stúdíu hann á Tesla skilur eða whole thing og ég líka, hann veit ég tala með hann ég mun segja everything sem við gerðum hann sko nema a little something sem ég og hann getur vonandi að tala um að podcastið later ég læk ekki að nefna það en það verið juicy en allan hann að koma að kvítla mér ég sagði hann ok, fucking ADHD podcast já, þannig hann basically var með eiginkonu podcastið fyrst og þau hættu en þannig að ég mæta hann upp, lappa upp og það var bara eiginkonu skilti svona dett í sundur that's pretty cool og þannig að good money shit og við ætlum allan að þetta voru vonandi tilbúið í februar mars og stúdíu sem við voru í við ætlum bara completely að breyta þessu við ætlum að hafa líklegast, við ætlum að hafa svona vaffborð similar og impulsive podcasti sem stærsta í Ameríku held ég núna Joe Rogan líka og það lítur mjög vel út hann sýndi mér myndir little sneak peek og svona planið minn og hans allan sem ég langaði væri að hann spurði mig hvað sponsor myndur þú vilja og ég bara Pepsi Max yfir anything á Íslandi Pepsi Max líka hlýtur að vera með some sort of crack in it og þú ert fíninn for it hard ég veit ekki ég heirt neitt fín for Pepsi Max mikið þú í lífinu ég held bara ég veit að Agnes shoutout á TT Podcast að reyna að fá sponsor Red Bull þannig að hún bara með Red Bull í öllum innblöndum og eitthvað good for her en þannig að ég ekki að gefa all the details en það verður nú stúdíu og verður 4 mics og það verður fucking sem ég langar alltaf fyrir þetta podcast myndavel sem sviss á milli þannig ég að tala á myndan og mér svo tala þú svissar hún það verður sick sko. Production quality baby going through the roof pretty sick og svo er Patreon aftur I can bring that shit back og ég gert auka þætti og svona og eitt sem ég og þú ætla að gera which you don't even know about I don't even know about it ekki einu sinni spyrja mig ringdi bara í mig einn daginn og segði mér Arnar ég að fara að sækja já því mér langar að ég er að fá svona mics sem við getum tekið í bílnum kikið í fucking bæinn maður og fucking finna að tala um fólk og eitthvað shit við getum gert svolítið mikið damage ég veit það markmiði er að vera besta podcast í Íslandi skilur it's gonna happen þó verður á þessa ára næsta ári Doesn't matter. Gotta put in the work, sko. Þú hefur sagt shit áður. And it's coming up like a fucking sunflower. Þannig, keep it going, maður. Markmið fyrra var bara að reyna að finna eitthvað stúdíu og bara desember 21. þá sendur hann á mig. Þetta er svona oft lífið að henda í því svona little thing. Little ball, skilur, little fucking little gabagoo. Yeah. Þannig að that's what's up. Ég ekki verið uppgast en ég reyndar að fara í bíómynd á morgun ég fara að vera í bíómynd What? Ég veit ekki hvað ég má tala um þetta en hefur ertu á TikTok líkur ertu eitthvað no. Ok, það er gauð sem heitir Óli hann núna er pretty stór hann gerði eitthvað myndband sem var mean comments bara svona eins og öll fucking Jimmy Fallon og eitthvað bara svona að lesa mean comments og hann tók það upp í uppkast og gerði ekkert vel og með skjá aftan á sér og eitthvað svaka cool stuff og hann gerði bunch of því svo bara spreytist upp skilur of course og hann var að gera movie þannig að það verður bara fullt af TikTokurum og alls konar fólki og ég veit ekkert hvað ég mátti segja en þessi þátti kemur hann út á morgun so they'll know
Well, ég menna það lítur að vera eitthvað advertised Nei, I er don't líka know, í ekki uppkast, ég veit að hann alltaf er bara svona editor og þannig að hann getur bara gert whatever he wants, ef hann vil gera þætti hann það bara komið hugmyndina og veist, that's really, ég Og meina hann bara með stúdíóið? hann alltaf bara að vinna hana, skilja, hann getur bara að núta all the equipment og fucking, Okay. svona, ég þarf að fá hann í podcastu og reyna að fá svona smá equipment í það, That puts a little tingle in your ball sack dinginu búl Svolítið mikið power right there stúdíu sem ég er að fara í með Davíð niðri, það er svona geimsla að mega 46 tripods bara racks af snúrum 15 myndavelar, hann á líka all this shit, sko geggja svona kaffistúdíu og talvan er inn í vegginum The fuck out of here eitthvað svona server talva, eitthvað svaka hvað? Er ekki spooky? Nei, það halda óksla Ég margir held að þetta væri fucking trukkur að keira inn Þetta er vindur, right? Vindunum, vá maður Oh shit bara takk Húðin er að það á hreyfast að vera eitthvað Ég heyri bara svona gegnum já, trukk það á að vera hvirvilbylur heita það ekki, á morgun Jú. á að vera bara, er það Í nótt tornado thing? Nei, það er Þú veist, ég ætla að vera honest Ég veit þetta Tveir basically amerikanar við ekki hvað að Two tala little retards right here En alltaf þegar ég heyri Kurvubylur, það bara Ég hef aldrei skrifað þetta orð, skilur og Þetta er svona hvirfilbylur, þannig orð fyrir mér right? Ég held það En nei, ég man, ég held að það var tornado fyrst En ég held að það sé ekki tornado Það er bara storm Eða svona Það storm er bara, stupid Er það ekki bara það, er það ekki bara storm Hverfubylur Kurvubylur Sökka það maður Ef það þýður Retards storm Þá mun mér líða mjög illa Googla Það verðum að taka 2-second break og við Ef ég ætla að vera retard ætla ég bara að vera retard in the old monkey No see, no hear, no tell No tell, monkey hotel Monkey no look in the mirror You a disappointment And we need more lemon pledge Lemon pledge Það er mjög gott að heyra í sér Ekki? Út af því þá getur maður vera að leika sér aðeins meira með the tones Og ég flæði miklu betra Tölum definitely yfir okkur every once in a while, skilur við Every once in a En while maður stoppa sig, you En know maður verður svolítið svona excited Gotta get excited En- Segja þarna right there Svo bara silent En út af því að maður heyrir miklu betur Ég heyri þegar ég er að tala yfir þig Þar af hverju ég tala minni yfir þig Það er helviti gott að vera með heyrnartólum sko. Gauður, ég ger ekki að punta, right Sem var, fuck Varst ekki með það þarna It's Jói Ég er með bjór líka, I forgot about that Hver drekkur hlæðslu og svo bjór? Fucking disgusting 21 ár skæi Fucking loser, sko Sem býr í bílskur bro Sem, yes Það totally make a sense Everything Þetta make allt sense God damn it Herri, Oh my god þetta fyndi Hver gerir svona? Þú þú ert ekki með gardínu, go fuck yourself Já, ok You know, alright En reynda, Ég er að þetta fara að kaupa gardinu mjög brálega Þetta var besta útsýni sem ég hef verið með á áramótum Bara þessi klikki, skilur, ég gæti verið inni og horta á all the sprengings Já, þetta er ekki minna courtesy of no gardinur Ég er líka eitthvað super dýrt verið all that window space Þú er alltaf með New York window, sko Já, þetta er náttúrulega fucking square feet of something Square feet Nei, ég bara nenni ekki að fara út í frumfattalærin sem er núna, þú veist, í fetjum Dude, ég fer hana sem ég every hef ekki week, einu sinni- sko Ég hef ekki einu sinni afsökun En það er líka af hverju ég er að fara Herru, fyrir á morgun, I gotta go as well, sko Ég þarf að kaupa tuskuninn, shit ég sagði það á morgun en ég er að fara að hitta pappa minn á morgun All day Nah, It's a 12-hour shit, bro en ég mun definitely vilja gera svona little shit inn á milli, þú veist, kannski æfingu, skrifa, samtun Herru, hérna, já, einu punktu sem skipta máli Bara hérna Þú veist að þú ert svona að drekka eitthvað og svo svona tala allt sem svona Já. It's weird, sko Hérna Like you got a cock in your throat Fucking gagoosh Gagoosh went the gaboosh Þetta gagoosh á að vera coming Á einhverju, já, dice Gagoosh Hvernig, hver hérna Anthony Cumia er alltaf svo gott hérna dice impression alltaf eitthvað Hickory dickory dock I pulled out his cock Nei, hver er Anthony Cumia eftir?
Opie and Anthony þættirinn Oh shit, já hann. Sjá, þegar maður talar Dice vill maður alltaf segja það þú veist, New York Þetta svo iconic og þetta bara svo ógeðslega satisfying en mátt ekki segja þetta svona nei, mátt ekki segja svona heldur damn, I missed it it's fucking me up, man já, maður þegar ég fer á eftir hafði þetta á repeat bara það já, og það your life fuck ég veist að meina bara yfir nóttina það er ekki 6 hours bara hafa þetta í gangi þegar ég er farin, hafa þetta í gangi Guður, við erum að læra debateina sko, ég sagði inn á snappinu að þú varst gestur ásins þetta er your 9th appearance what the fuck, hvað meinar að læra debate það var enginn með þér sko what? Því ég held að flestur á snapp sem fylgjast með mér er big fans af Nathan þá voru allir að segja bara Nathan er the guest of the year hann fuck out of here, Nathan hann er bara komin að tvisar punching bag you know, þegar þú byrjar að taka pats alright, en á meðan þú ert punching bag þú ert að læra að tala right now he's making a lot of points look, Nathan er punching bag stundum as we all are stundum, en hann, þú veist það er rosalega fallegt samt talandi Nathan og hann að vera á podcastinu Nathan er búin að vera impressing the shit out of me að koma inn á podcasti og að vera bara geðt fyndin hann er bara hann ég ætla að vera hreinskilin, ég var ekki búist í að hann væri svona hann virðist vera svo þægilegur bara með þér og þið getur bullshita svo vel það er rosalega gaman að horfa á ykkur sko talað punching bag að því fyrst er right, my point hann er punching bag right now og hann er throwing in a little bit of jabs and right crosses en hann er ekki putting shit together hann er nowhere Ertu búin að hlusta allar þetta sem voru í? Ég þarf það ekki Exactly, look at this fucking guy Þú veist samt að ég þarf það ekki Já, þú náttúrulega þekkir það vel sko og ég er líka bara aðalega fuck it, ég er bara talking shit og það er líka Nathan, þú veist, ef þú hlusta á þetta við elskum þig maður ég elska aðalega bara talking shit Artar ekki með gardin og ekkert að hlusta á hann það er rosalega góð spurning ekkert að hlusta á gæjan sem er ekki með gardin fucking Yaris með Dosa Collection alright Is that too hard? Too tough, bro? Alright, maður, þú ert að minna máluti What the fuck? I gotta fix my life eftir this shit Lappar út og allt svona hazy eyes heyrir í shitinu droppin Alright, ég er farin Fuck this Ég elska þetta hljóð þegar fólk tekur af sér the thing og þeir eru walking out og þeir eru alveg I'm so over I'm over this I hate this real distant Hefur ekki shit down on Robert Downey Jr. This is over This is over Jú, ég held að það er nákvæmlega hljóð sem ég er að hugsa Charlie Sheen er bestur í því bara að gessamlega deraila Tiger Blood I got Tiger Blood I'm winning Ég veit ekki Þetta er bara shitty Joey Diaz accent Hvað? Ég man ekki hans Það er hann að hold up Þetta er weird Það er rosalega iconic interview með honum þegar hann er really derailed en hann er ennþá in the binge Já, hann var ennþá in the binge þegar maður að vera fired ég veit ekki hvað hann tók langan tím ég er ekkert eitthvað research þetta en ég bara veit að þetta interview sem er svona rosalega frækt með honum er bara eitthvað 20 mínútur eitthvað hálftími og þá er eitthvað gæla að spurja hann út í lífið hans og hvernig hann er og því hann var thrown off 2.5 Men held ég at that time eða eitthvað og allt interviewið ég man eftir þessum allt interviewið hvernig hann er God Tiger Blood hann er God þú veist hvernig ykkur bara að horfa á þetta viðtal er eins og að horfa á bíómynd það er eins og að horfa á dialect úr bíómynd og hann var löngu búinn hann var búinn að rehearsa hvað hann sagði líka við og það var að geðveitt fyndi ógeðslega hann sagði ógeðslega mikið iconic shit líka sem fólk quotar ennþá en samt ég man ekkert núna ég ætla að posta þessu myndbandi á Instagram mitt Potti Podcast, checka á þessu worth it og það sem ég ætla að nefna the funny thing about that hann var ennþá in the binge þú veist, hann var ekkert hann var að tala I got 3 bitches at my house, they always sleep there og bara líka eftir á Anthony Cumia þig þú veist, ef við look up any topic í Ameríku og hlæja því skrifa bara Open Anthony og topic því þeir eru búin að tala fucking everything og þeir allt sem er búin að gerast eitthvað svona pop culture í Bandaríkjunum þeir eru búin að gera grína þig veistu hver Chris Benoit er það var
held að var Macho Man You í know what? WWE. Kannski í dag bara góð dag til að segja orðið fag Hvað? Segð það nafn á Chris Benoit? yeah. Sko, ok, call me fag. Hver er það? Ok, hann var Nei, WWE. ég bara djóka með nafni Hver er það? Hann var WWE wrestler, right? Hann eitthvað French, þú veist, Benoit, hann eitthvað Benoit. Ég vissi ekki að hann væri French man Just wait, sko, hann Ef það er faggy French name þá er hann dangerous Ef það er faggy French name hann er dangerous Alltaf Andre the Giant, það var líka French. Og ok, það var enda pretty badass bara Andre Hann dós hann eitthvað 30 eða eitthvað. Hann var alltaf Og fuck, þú getur ekki verið svona stór og drukkið svona mikið maður Ok, við mást ekki sögunar frá Joe Rogan podcast. Hann var með það var einhver annar wrestler sem kom á og var að segja hvernig hann var. Who the fuck, var það ekki Hulk Hogan? Nei, það var Snake, Jake the Snake held ég. Okay. Hann kom og hann var að segja hann Jake the Snake átti alltaf að fylgja honum og það hjálpa honum í hóteli og búbri og hann var með bara beer. Wait, what? Beer. Þannig að þeir stoppuðu, keyptu bjór og keyptu 10-pack og hann var búið með að skilja á hálftíma. Hann var svo stór. Þannig að bjórin, svona stórir halvlítra bjórar eru, þetta var ridiculous að þeir voru bara Það lítið út fyrir að vera 100, hefur þú séð 150 millilitra annar Coke dósunar? Fuck you. Hefur þú séð það? Já, það er fucking tiny, right? Right. Ef þú heldur að því bara fullorðin manneskja það er eins og hann með 500 millilitra. Akkurat. Yeah. Hendi var stærri en 500 millilitra. Og hvað, hann drakk einu sinni bara allan barinn eitt kvöldi, right? The hotel lobby eða eitthvað. Já. Hann bara kláraði bjórinn eða eitthvað. Yeah. Það var eitthvað svona, út af því hann bara gata. Og nei, þetta Joey Diaz sagði. Við skoðum Joey Diaz þurft að kúk en það var feitastur. Joey Diaz? Hvað sagði þú? Vist, að því Andre the Giant þurft að líka gera þetta. Hvað? Þegar Joey Diaz var 350 plus eða whatever, þá þurft að kúk í baði. 350 plus, þannig svona Já, svona 160 kíló, right? Yeah. Hann þurft að kúk í baði. Út af því að closeti var ekki náttúrulega stort fyrir hann í hótelinu. Já, Ralphie May, Joey Diaz og fucking Andre the Giant. En það er líka bara, og ímyndaðir, það eru örugglega, flest closetir eru örugglega fucking hræðileg. Ef það er svona stór. Ég er oft, veist, closet oft ólítil, skilur. Tippið er komið ón á dótið, skilur, og rassa mig valla hún í dóslinni. It's a whole thing, man. Some hotel got shitty shit. Þú ert alltaf að reyna að compensate eitthvað for the fact that you have no ass. Þú ert alltaf að tala some shit eins og þú ert með fat ass. Nei, ég er ekki með fat ass, ég er bara proportions eða eitthvað, skilur. Ég er bara að joka. Það er svona running bit að ég geri grín að your paper ass. Paper ass! Ég er fælt að svona paper cuts líka á því. Já. Sweet, man. Þegar þú gerir nefnir frá bakka fólks. Wow! Ok, þetta var umlega. Ég ætla að fucking WWE. Já, Chris Benoit. Hann ég var að hlusta á þetta, menn að sopnaði ekki þér. Þetta var dreipfindi, sko. Ok, þetta var hræðilegt að svo þetta fyndi. En Chris Benoit, sem sagt, hann var komið með super mikið CTE, eða ekki svona brain fucky? CTE, já. Eftir wrestling? Gauð, allir er með crazy CTE, sko. Nei. Ég held að það er CTE, ég er að vona að ég sé að segja þetta. Eru þeir svona oft bara banging their heads on the Þú, sko, ef þú hlustar podcast með Jake the Snake eða eitthvað svona, þá talar þú veist. Ég get ímyndað mér CTE, WWE, make a sense. Ég bara aldrei pælt í því. Held að heiti piledriver þegar svona, þú veist, tekur hausinn og slamar hann niður. Þeir eru, þú veist, þetta er ekkert eins vont að láta sína, en þeir eru fucking their bodies up og allir, fucking flestir af þeim enda með að vera með Percocets, overdoses og Já, og þau verða svo fucking léttilega injured, oft injured. All the time. Þetta minnir mig á the NFL. Þetta er það, sko. Þetta er bara sama shiti. Og, ok, ég skal segja af hverju þetta minnir mig á það. Út af því þeir greinilega, þau hjá WWE höndla þetta greinilega bara mjög svipaður eins og NFL. Já, það er bara swept under the rug, sko. Já, svolítið mikið, bara svona swept under the rug og það er eitthvað verið að pæla meira í sig núna en maður hefur heyrt eitthvað svona terrible shit eins og sögur gæði sem hafa steinrótaðir. Það segir að hann er með CT, right? Mikið, heilan hans er bara mush með að veika 90-year-old Alzheimer's patient. Nei, ég ætlaði bara að segja my point er að hljóma gett svipað, þú veist, eins og í gamla daga kannski þetta var aðeins verra, þá kannski myndi þau vera knocked the fuck out
og þeir myndu koma út af og þeir myndu svona fatta hvað þeir væru svo voru þeir bara hendur út á aftur og með fullt af töflum, það var það sem bara stærsta vandamálið var þeir voru alltaf bara að kasta þessar töflar í þig og þunglindislifin líka þegar þú varst að vera fucked up þegar líkamæn var ekki bara að rotna heldur hausinn var að rotna þá þeir bara gefa þig bara svona þunglindislif og eitthvað Jesus maður já það er alltaf bara töflur og eitthvað og því það er svo létt blend of shit man. Og það er best fyrir cost það er bara nákvæmlega það sem WWE er að pæla allar þessi Chris hann held að var Macho Man ég man ekki alveg nei það er ekki Randy Savage Macho Man, Randy, nei það er two guys anyway, hann sess að hann sess að myrði konu sína og hann myrðir konu sína hann suffocates, nei hann kirkir konu sína bindir hann upp og ekki sitt mér langar að sjá mynd af þessari konu hvort hann hafi verið pinkulítil hún var örgulega pinkulítil hann var 250 skilur neck og hann hvað er fokkunum gerði hún? Hann draf krakka sem kotta I'm not not even in half sko. Oh fuck hann líka the creepy part er hann dreipur konu sinna nei hann dreipur konu sinna kvöldi 8-9 whatever hvenær annars dude you gotta let me finish I'm so excited já það er rétt hjá það sko ég er so excited og hann suffocated krakkar með kotta og þau voru öll fyllt with Xanax til að relieve the pain og í staðan fyrir að skjóta sig þá er það hengir hann sig með þú veist pull let down machine hann setur það kringum hálsinn sinn og nota 250 pounds og bara droppa það bara klang og svo er bara nei, það halda ókslega yes þessi fucking ponni að frikka oh my god hvað skonar leið er þetta til að drepa sjálfu þig og allan tíma sem var að gera þetta þá var hann fór hausinn hans bara af eða ég veit það ekki sko hann hlýtur að vera það brýtur hann bara strax já og náttúrulega ég oh my god en sem þegar ég var að heyra þetta ég alveg ert ekki the whole time alveg what if this just doesn't work og þetta er bara vestur sásíki sem ég fundi þú veist, ég hef heyrt sögur bara af fólki að detta af bedbank og bara binda það við bara top of the bedbank og bara sem svona krakkar 12 ára krakkar, bara svona litli 12 ára krakkar sem bara geta gert það að ná að hátt uppi og eða bara in the closet hengja sig my point er þeir reyna bara að hoppa yfir eitthvað svona þetta er ekki eins og það mikið, þetta er bara on top of bedbank kannski en þeir brjóta hálsinn skilur en þeir degi ekki þeir bara eru í versta sálsöku versta ég heyrði eitthvað að sjá á YouTube að einhverjum YouTuber gamer sem reyndi að drepa sjálf sig svona og það gerðist er hann þá bara versta ég meina, er hann getur að lappa? það eðalaðist ekkert hann aðaldótið inn í hrygnum mænan en hann hryggborðnaði eða bara hálsbrotnaði þú sko, versta myndband á YouTube sem ég eitthvað tíma að segja er sem þú ok, drop it on ég var líka að posta þess á Potti podcast á Instagram mér langar að byrja að gera það sko, setja bara clips líka skilju þú situr með myndband eitthvað wrestling svona real wrestling my god og ég man ekki hvað movie var ég veit alveg hvað þú ert að segja þetta, ég veit bara ef einhver nefnir eitthvað þá hugsa ég strax um það þetta er og ég man bara hann gerir eitthvað move og hann enda með því bara að droppa gaurinn akkur segi ég ekki bara frá því þetta var eitthvað svona sambo dæmi eða bara jiu-jitsu dæmi en þeir byrjuðu bara svona standandi og það var bara svona mats og eitthvað svona shit bara fyrir grappling og gæinn reyndi sérst að gera flying armbar þannig hann tók í síðurnar hjá gæjunum some way somehow þannig gerur það og bara hann hélt að hann var með gott tækifæri til að stíga einhvern veginn og hoppa í þetta armbar og það er alveg hægt það er alveg, ef þú kanta það er ekkert mál þú getur gert það á dotti miljón sinnum og aldrei meitti þessi gæi ok, þannig það sem þú átt að gera ef einhver hoppar á handleggina þína þú tekur hann í burtu þannig gæinn gerði það rykti allan handleggi sinni í burtu á meðan gæinn er með pungin hans á þríhöðun hans right? Þannig getur ímyndaðir hann er in the armbar thing flying there og hann rykkir handleggi sinn til sín tilbaka gæinn flýgur einhvern veginn af honum lendir bara akkurat á hausinn og brýtur hálsinn sinn og það er hræðilegt út af því ef þú heyrir hljóðið þú heyrir bara búm
Já, hann kjur líka á gólfinu Hann hreyfir ekki hausinn, skilur. Hann bara Hann getur það ekki, hann svo hræddur. Það líka bara það sem ógeðslegt við þetta. Þegar þú heyrir hann öskra, hann ekki öskra út í þetta vont. Hann öskra út í hann hræddur út í hann getur ekki hreyft sig, sko. Þetta svona shit, þú veist. Þetta eitthvað svona 1 in a million hræðan shit. Allir á þessu móti á næstu æfingu voru alveg, is this worth it? Is this... No. Bara, the flying armbar thing definitely not worth it, sko. Ekki nema þú kanta. Og þú getur... Það svo létt að nefnilega lenda hausinn eða ert ekki eitthvað... Google, þú getur eitthvað að googla flying bar Þú átt ekki að vera að gera neitt flying neitt eða, you know what I mean Fólk á ekki að vera að fljúa, skilur. Ég get ekki að vera að fara í flugvél með eitthvað bóka á Think about it, ef þú kannt það ekki why are you flying in the you know what I mean That's You know, so these superheroes, you know þú kannt þetta ekki, skilur. Ég get ekki verið að gera þetta, Já, hvað fucking kongulóin, you know þú hefur alltaf bara leiður mér að deyja. Ég bara drove that conversation into the ground. Ég bara legit með spurningu en að hvað kongulóin mín Mér langar að vera að spæða Þú veist, ferð þú á svona bíómyndir, svona Marvel myndir og eitthvað svona? Ég veit að fíla Batman alltaf. Getum við fara á Batman, kemur hún á þessu ári? Robert Pattinson? Mér langar að sjá hana og því Batman eiginlega eini gæðin sem ég fíla og því ég fíla söguna í Batman Þú veist, sagan, ég geta Batman er the gay superhero, þannig að passa við, skilur. Já Can you back that up a little bit more og hvað ég sé hana vel að já og út af því að þú verður að back it up Nei, þú verður alveg fuck you ég bara gay for calling me gay okay. Arnar segir að podcastin bara gay er mikið mál að vera bara gay ég að kalla alla fag og ég bara why you call me gay bro Þú tá í munninu og fucking þú tá í raskatinu og ég hef aldrei prófað það ég held að ég man aldrei prófað það Þú sagði þetta so unconvincingly What? Það er svona Ég vissi ekki, ég held að þetta var bara svona get deadpan Já Unconvincing hljómar different Hann hljómar eins og ég sé ekki að reyna að sannfæra þig Nei, það er ekki svo I don't give a fuck, sko Settu bara táp í raskinu Ég veit það ekki, bara kannski við tækifæri Nei, það halda óksla margir í sig komið tippi en ég Þetta er Fast ekki tipp með tásur You know what I mean Ok Ef þú notar hann takja Ég held að ég var ekki með svona borð að nýja stúdíunni sem auðvitað var fínt Þú er allavega ekki in arms and reach Þú eru með civilized person whatever Ég verð með eitthvað iPad sem ég get ekki að kveikta podcastinu og eitthvað Þannig að I could probably put it in somewhere in there Bara hljóða svona A little go-to, eitthvað svona go-to takkar eins og intro, outro, eitthvað svona at least, I don't know, something Ég er bara peppir þetta því að ég versta partiðin við að fara í uppkast væri að þú þarft að borga þá fyrir upppotti bara, everything og honestly alltaf uppkast kind of sucks dick, sko, það er ekki eitthvað mikið gott efni anninni, so like you know, you get the podcast Ertu bara weighing out the pros and cons? Já, ég er að skýta uppkast whatever Hey, ég meina, þetta weighing out the pros and cons What's the big Democrat? I'm just taking a side You know what it is Nei, þú veist, það er alltaf ógeðslega cool fólk sem vinnur uppkast en bara, ég er glaður að ég þarf ekki að henda efninu minni inn í ykkur lokað og þeir líka By the way, hvað var það út af því ég held að fólk kannski heyrir ofta að þú kannski fílar ekki uppkast og kannski er ekki alveg eitthvað svona eina ástæð eða whatever, viltu clear it up hvað varstu svona og ég líka bara svolítið, hvað varstu svona mest ósáttu við? Sko en það að þurfa að þurfa að setja strax með hana paywall og þá by the way missi ég og hvað er paywall, því fólk veit ekki Já, paywall er bara þetta borgað á verið contenti, skilja þetta var eitthvað 1200 kall Ég segi fólk, ég segi ég Því ég veit að allir skilja eitthvað paywall og ég myndi þess að ekki hafa ég mætti ekki klippa klippur úr þættunum sem eiginleikur Þú mátt ekki búa til þína eigin klippur úr þættunum Það er real big no-no og það er nefnilega, eins og ég talaði við Davíð hann skildi það fullkomlega því hann lit Eddu fara á Twitter og eiginlega Ísland næst og Did a lot of damage
En ég ætla að segja að það eitt svona það ógeðslegasta við þetta að þú mátt ekki gera þín einn clips það eitthvað svona, það minnum á þegar við vorum alltaf fantasizing að fá okkar einn sjónastátt eða eitthvað og við vorum að hlusta á Joe Rogan tala svona, þú veist, þú vilt alls ekki vera með fólk sem alltaf að segja hvað mátt segja og hvað mátt ekki segja og vilt kannski búa til þinn einn þætti eða uppstandur eða bara búa til þitt eigið shit þú vilt helst ekki vera í stöða sem einhver gæi getur sagt að nei akkurat og ég meina þú lifir með þeirri reglu everything þú lifir með þeirri reglu út af því ég veit að þú veist að þú gætir ekki lifa með sjálfu ef þú myndir kannski bara ok, þið sjáum þetta þú myndir fucking fara heim og þið myndir klæja ég veit það Leð mér að klára svona þannig að þetta er það, ég get ekki klippunar og the rationale aftan á því er að þetta protecta mig í framtíðinni af því þá content ekki farið út og þetta make a sense ef ég væri að gefa út alla þættin eitthvað starf þú veist, ef ég myndi taka þáttinn, downloadurum og setja hann eitthvað starf á YouTube eða eitthvað bla bla þá náttúrulega þá er ég að missa pening whatever, þáttur minn en ef ég er að taka klippur til að auðlýsa podcasti og ég má ekki gera það mér finnst að make ekkert sense og þegar þið voru að segja mig þetta svona, ok, þú veist, ég sætt mig bara við whatever og þú gæti með þess að gert, þú veist, á besta hátt og því þú ert rosalega into it anyways þú geti gert þetta betur en kannski flestir hana anyways þú veist, klipp og bara það að þeir séu fucking taka það frá þér pretty fucking bad podcast klippur á Íslandi ég er super hátt uppi að ég bara múin að gera shit mikið af þeim já maður og eina ástæðan af hverju það er út af því að þú vilt fucking læra meira þú ert alltaf að fucking eitthvað, það kemur alltaf bara eitthvað sem þú tekur eftir eða whatever, eða bara eitthvað svona bounce off something off of me eða eitthvað þannig þú veist, maður veit þú bara hausinn alltaf hana, þannig þú ef þú hefur bara hunsað þetta og verið áfram hjá hvað sagði þetta heitir? Uppkast.is Uppkast, right? Þú hefur aldrei geta þú hefur fucking drepið sjálf þú vilt vera í þinn eigin stjórn og það ég búin að segja þetta síðan day one eða þegar maður byrjar anything creative, podcast, whatever the fuck tónlistamenn eða whatever leið og missir eitthvað af stjórninni þá það þetta ekki þú lengur nei, og ég vissum að líka podcast eftir að breytast þegar þetta komið í betra stúdíó og sponsor og eitthvað en maður verður að og með þess líka podcasts þegar þú velur ég ætla að hlusta á þetta þú ert að velja manneskjana ekki þetta topic eða whatever eins og í áramótasköpunu við ætlum að tala podcast í dag en hlaðvörp fucking ógeðslegt orð notaðu hlaðvörp? Já, það bara íslensk orðið núna að segja bara allir yfir fertut segja hlaðvörp og whatever, ég veit ekki af hverju svona hata ég tala um daginn það er bara svona eitthvað þetta hljóma svo íslenskt gamalt eitthvað old school útvarp og ég fíla ekki varp ég fatt ekki hlaðpartin mér nýður það var svo stupid ass en ég meina hvað what's the pod part though ég hef aldrei podcast já, what's the pod part ég hef aldrei pælt í því ég hata bara íslensku þar ég betta á þetta fuck hlaðvarp líka þannig já maður þegar klippunar svo peningurinn hefur verið cool en aðalmáli svona ég líka mæla með ykkur þegar ég gera podcast eða tónlistamenn sérstaklega eða þú ert ekki með ykkur betur en þú í ykkur sem vil hjálpa þér að stækka þetta það er þannig ekki sem ég fekk fyrir uppkast þetta myndi bara vera þú veist núna podcasti komið uppkast that's it og það myndi ekkert breytast það myndi ekkert vera eitthvað að hjálpa mér að auðlýsa þetta betur eða þú veist fá fyrir betur sponsora eða whatever skilur og það er sem ég vil það er sem þú veist ef ég ætla að hafa stærsta podcast í Íslandi ég verð að fá eitthvað annan sem betri í sinni og fucking hjálpa mér það hljómar eins og þeir hafa þú veist, þeir vilja hafa svolítið ceiling þeir vita bara podcast er ekki fyrir uppkast það ætti ekki að vera podcast á þessu það bara meikar ekki sense hvenær fyrir fólk af Netflix thinking about it right now hver í anskotunum fyrir á Netflix meikar þetta ekki meira sense með svona eins og eitthvað aðra þætti shit like þeir eru með million cooking shows sem er alltaf bara cool fyrir mömmur og svona og það segir mér svona alls konar shit ég man ekki það þessu þeir eru með Chelsea svona hvað heitir það? Talk show ég held að þetta sé svona eftir leikinn eitthvað og þetta er alltaf bara tvei hvítir Íslendingar bara Stina Carragher hann Carragher, ég held að hann sé retired fyrir 8 árum Carragher? hann var í Manchester
Jú Ryan Ég maður bara Match Attack spilin, skilur við Bara ég einu fótboltakeppni Það er ekki alltaf þannig að skora Ég hef aldrei hort, ég horf aldrei á leiki, sko Ég held ég veit það ekki Það er með, þessu FIFA Það er svona, ég sakna að spila FIFA með fólki, svo þér eða whatever Ég held að við spilum samt ekki líka mikið FIFA Nei, við gætum það It's a fun game Og við gætum spilað NBA 2K Dude, ég þarf að ég með langar líka EM til að læra hann That's some shit Það gæti verið svolítið fucking gaman Vættum bara að fara live einhvern tímann og fucking spila Lúk 2K Já, það væri fucking gaman Og það er líka ekkert mál að kaupa hann að leik og bara ekki að gera þetta, sko En það áttu PlayStation Nei, reyndar ekki Jón á PlayStation 4, við getum easily hookað upp í sjónabíðana Tekið fucking Það eiga allir síðasta PlayStation Já, Það eiga allir one to spare Ég hef PlayStation 3 í geimslunni, skill, it's there Þetta verður alltaf bara jafn mikið virð og klósipapír Bara síðasta PlayStation eða síðasta Xbox Ég meina, PlayStation 5 er ekki ennþá komið Það er ekki lett, ég veit ekki hvort það sé búin að laga núna En það, fyrir jólin, það er ekki lett að fá það er komið í fyrra Nei, ég veit það Byrjun 2021 Það einn gæi úr vinnunum minni Hann fekk PlayStation í jólagjöf í hitti fyrra, þannig, þú veist, fyrir ári Já, það kom greinlega síðasta winter 2020 Way back, skilur jólin 2020 þá keypti konan hans PlayStation 5 fyrir hann, right? En það var svona pre-order dæmi og það var ekki alveg viss hvenær það myndi koma það kom til 6 mánuði eða eitthvað það kom með þess að endanum sumarinu Það er fucking fólk ennþá að býða, sko Er það? Já, maður Wow. Og ég veit, sko Hvernig getur það verið? Hold up Let me No, I refuse to believe að það eru ekki til bara fleiri The fuck er þetta? Það þetta? er real easy explanation en enginn really veit hvenær það verður betra Það er ekkert komið dagsetning á það, sko Nei, en þú skilur hvað ég meina like, af hverju er ekki það er bara það fyrsta sem ég hugsa af hverju er ekki bara til fleiri Alltaf, þú ert ekki mikið í tölvuheiminum Þetta er huge problem núna Ef þú ætlar að fá graffiskort það er aðaldótið sem vantar í PlayStation tölvuna Það er svona næra ekki að ship út Graphics chipin Það er shortage of chipum í heiminum You're fucking with me Nei. Það er bara eitthvað sem vantar Who the fuck is responsible for this? Þetta á ekki að gera Bitcoin miners er huge að þeir kaupa bara í bulk bara No Ok Jón bróðum minn is the problem, bro Það er svo cool að við fundum bara að ég vildi vita og það er Bitcoin miners Það er ekki the only reason grafíkskort sem er notað í PlayStation 5 Nei, bara chips, computer chips in general er shortage Í heildsölunni það vantar Það er klikkað Það, þú veist, að gegja iPhone eða Apple er bara með their own shit en eins og það voru sömur Android símar sem bara þeir gátt ekki gefa út nýju gerðina af því að það er ekki nógu mikið þessi fucking chip Really samt, en þá spyr ég bara akkur er ekki til fleiri chips COVID? Ok, það er ekki að líka bara Ég veit ekki ástæðan af hverju það er svona mikið shortage Ég menn alltaf spyrja bara En COVID er huge ástæð af hverju að það er super löng bið eftir þessu drasli Já, út af því örgulega fullt af þessum stöðum þar sem er verið að framleiða þetta er really getting hit like a hard Nei, menn að India, China og ég veit ekki, held að Middle East sem ekki, eins og batteri í Tesla og bla 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 þeir eru ekki, gauð, heimurinn er going to shit sko, it's all over, engin batteri til allir að tala á podcastum batterinn að vera búin strax batterinn að vera búin strax við vorum nýbúin að klára bensínu það er ekki, it's not done yet fuck you there, Jesus Christ they were having a quarter life crisis maður, það er típist þarna með 23 ára crisis og svo 27 ára og mikið tíma milli er ekki, ég er að fæta Ameríku með bara þegar þú sagði þetta, mér leiði bara illa já, ok, ég fer alltaf fljótt bara in the next thing sko. ég er að fæta Washington DC aftur ég fór 2010 sko. Pabbi bauð mér that never happens það er svolítið sick ég ætla að fara Amsterdam í mars en ég er að selja hann ég ætla að fara og hótelum mitt átt að vera ekki 17 skall þannig ég sweet íbú, ég átti svona Airbnb svo hann bara farin og hann er hvað er hitt ódýrasta og það kostiði 50 skall fyrir hóteli en hvað? Fyrir hvað? Fyrir hóteli, fyrir heila viku sem er svona svip á viðborgum 2 fyrir the whole thing sko. Þannig það var fucking og svo en hvað sagði þetta? Washington?
Washington DC, bara White House og allt það ég fór hana 10 ára og pappi og Jón sem sagt eru að fara og þeir að fara eitthvað concert með Motley Crue og eitthvað og það ekki til miðar, so I can't go. Wait a fucking minute, Motley Crue ennþá að spila? Hæ? Yeah, þeir eru alltaf ekki það old sko, þeir eru alveg 40 eitthvað. What? Eru þeir, no. Þeir eru 50s núna maður. Þeir voru stórir 80 eitthvað sko. Nei, ja 86 eitthvað skilur plus en þeir voru aldrei í 90s, you know. Við, hættu þá eitthvað? Já, þú veist, þeir voru ekki big in the 90s. Þeir fóru niður út af þú veist, þá byrja grunge og svona verið huge. Já, ég held að hafi bara verið 81 eða eitthvað svona, bara svona gett snemma 80 eitthvað. Ég held ekki, gau, ég með tölur ræði. Ok, já, það er enda, ég er bara svolítið interested og mér langar að vita hvað eru gamlir. Og Tommy Lee er auðvitað close to 50 sko. Tommy Lee maður. Það er hann að trommaninn maður. Okay. Ég er ekki með net the fuck out. Oh, right. Hvað veðrið? Nei, ég tók sambandi netið maður. Akkur gerði það? Það er fyrir pæli, til að taka alla íbúinu sambandi fyrir on-air starfsliðana. It's worth it, segi ég. Fuck já maður. Tommy Lee er Ég byrja maður giska á þú segir það. Já maður. Ok. Ég ætla að segja að hann hlýtur að vera fucking 67 ára. Ha, nei. Take it way down, sko. Way down. What are you talking about? Hann er fucking 59 ára. Damn, hann er ekki 70 svona. Hann fætti 62. En ég held að hann væri 70 og eitthvað. Sheesh, maður. Ok, hvenær var Motley Crue 59 ára? Period. Fuck, mér líður þess að það sé ekki nógu mikið. Fyrir að hafa verið in the 80s. Get the fuck out of here. Hvað eru allir hinningaðinu bara eitthvað 40? Nei, þeir eru eitthvað mjög svipað. En alltaf einn gaurin er dáin núna. The old fuck, the old creep. Hann var gett gamall þessi gæi. Þú sé myndina ekki hana. Jú, ég sá alvöru myndina á honum en hann greinilega, ég var alveg, oi hvað hann er gamall og ljótur hana. Og ég held að þú sagði mér, nei, hann var alltaf bara svona. Já. Þetta allir voru gamlir í myndinni sem þetta var svona reunion tour eða eitthvað og þú varst að segja þetta er the creepy guy held ég og ég var alveg Jesus, hann er gamall og ljótur og hann var alltaf svona hann kom inn í band þegar hann var 30 plus held ég sko ok, það er rétt já, þið byrjuð 81 og voru Joey Diaz ok, sko, 89 kom hún stærsta plata þeirra sko, þannig að ég getur ekki sagt að það voru ekki nægum Dr. Feelgood og Touché sem var 5. album þeirra sko. Var það The Snake Thing? Yeah. Það er með náttúrulega eitt af bestu simlögunum of all fucking time sko. Ég get ekki kveita það lengur fekk stræk daginn ég kveita lög Ég man ekki eins og hvernig það byrjar ég veit bara hvernig væpið er þegar þú ert að hlaupa við það ég sver, ég man hann okkur maður það er af hverju ég gerði þetta maður ég fatt ekki eins og af hverju Yeah buddy maður getur virkilega að rocka það second copyright strike kannski þannig að Motley Crue, þegar ekki, núna veit já, allan, ég kemst ekki Jesus Christ, þú ert að fara til DC samt, og þú getur ekki fengið með það já, bara, það er eitthvað nokkur eftir og ég get ekki verið með þeim þannig ég annað give a fuck af því, þú veist, Motley Crue er einu sem ég þekki á þessu koncerti það er eitthvað fullt af öðru dagsli og þannig að markmiðið fyrir þetta ár var að prófa að fara einn út þannig að þetta er næstu með sko, ég fæ að vera einn í 10 tíma eða eitthvað ég ætla bara að lappa mig á Washington taka fucking hophjóli eða eitthvað og just fucking go crazy brjótast inn í White House og þú veist það er bara eina sem ég myndi gera sjálfur eina sem ég myndi alltaf gera ef ég fyrir Bandaríkina bara eitthvað staðar hana in the main spot sem myndi bara gá hvar er svona no-go eða eitthvað svona og það er örugglega fullt eitthvað svona Baltimore right there sko já örugglega couple hours endar að þetta er ekki Ísland and it's right there sko bara hvað er svo nálega ég veit, I'll check nei, ég er bara að spyrja, er það the next one? Já, it's right there, sko ok, já ég fór í Maryland sem það get swampy og eitthvað shit það er heitt, þannig að ekki já, super heitt, sko snakes and shit sumurinn það verður fucking heitt en veturinn það verður líka bara skítkallt já, akkurat það er alltaf hann eða íst alltaf, sko, við erum að googla hérna Baltimore to DC alltaf ástæðan að ég og þú eru fascinated með DC nei, Baltimore er
The Wire. Ertu búið með það? You piece of Ég held að þessi Herri, þú ert hættum í kæristunni. Núna sestu niður og horfur á fucking Wire, ok? Fuck you. Ég var að horfa á The Office. Já, grátt. Taka Office run. Herri. En þú getur ekki gefið mér neitt shit, alright? Ég er búin að taka Robert De Niro myndir og ég horfði á The Irishman. Já, ábyrði, og við gotta go back. Við þurfum að Í heildina. Of course í heildina. Hvað meinar of course í heildina voru allir að væla það og maður er 3,5 tíma mynd. Klára myndina maður. 3,5 tíma mynd. You're not gonna give me any Var hún props. 3 hours, holy shit. 3,5. Ég tók henni í 3 köflum hálfur. með eitthvað sko, þannig no props. Já, good. Oh shit, fuck. Herregud, þú horfður á enna Don't Look Up, eða ekki? No, ég er ennþá ekki búin að Ok. Ég var að heyra your opinion, sko. Það hatar allir bara hún núna. I put her higher on the priority list. Yeah. Ok, þú er með iPhone núna, í Reminders appinu, þá getur þú sagt bara, yo Siri, add this to my movies list, og ég gera það. Hey Siri. Ég er ekki með Siri. Hún bara horfði á mig. Son of a bitch. Fucking muff cabbage. Áður en við förum út í eitthvað, bara að ég sá þetta, ég opnaði síman real quick. Ég ætla að share eitt album með þér sem þú þarft að hlusta á. Herregud, að klukkutíma milli Washington og Baltimore? Really? Það er ekki mikið. Þetta er bara 40 miles. Klukkutími? 40 miles, That's bro. nothing. Það er shit, bro. Ég tekka hoppjól. Babi, getur 2 tíma, Hvað, ef að fara pub crawling? Fuck it, við erum að fara í Maryland. Förum crime crawling. Förum fucking crime crawling, bro. Förum crime crawling. Mér langar bara að fara hana. Mér langar að sjá the projects. Þú veist, sama og það var í The Wire. Nei. Ég myndi ekki þóra en ef þú ert að fara til Baltimore, why? Ég er ekki eins og að reyna að vera tough and all that, en ég er að segja þér, ég held að það væri bara really dumb Ólega, ég veit ekki að keira þarna en shit í ykkur rental eða hopplöpahjóli. Are you retarded? Nei, ég myndi líka allan daginn fá Það væri bara svo fucking fyndið að vera tourist, bara eitthvað svona look at that broken window. Það kemur ykkur gæði bara you son of a bitch. Baltimore er þetta lítur heldur flott út með þetta. Spöggið bullshit. You know, ég hef aldrei skoðað neitt annað en bara svona the slums of Baltimore. Ég hef aldrei séð neitt flott frá þið. It's kinda cool. Ég hef alltaf bara séð The Wire, það er eitthvað meira. Ég bara klára þetta maður. You gotta finish that shit, sko. Okay. Hvað er þetta? Look at this. What? You find another dick-shaped building? Fort McHenry National Monument and Historic Shrine. The fuck? Look at that. There's eitthvað blóm eða eitthvað. Þetta er fucking sick, sko. Ég held að það var kannski fangelsi eða eitthvað, sko. Hey, you know what? Ef the Pentagon hefði verið byggt að fuckum. Here we go again. Here we go again. Ég bara þetta er bara þannig dagur. Ég er bara að joke. En þetta var frekar She's fucking one more En piece. er þetta ekki alveg eins og the Pentagon? Nefnum bara the feminine version. If we talking faggy, bro. Wow, holy shit. Þetta er ósað flott, right? The fag kom úr mér. Ég var alveg, damn, that's nice. Já, þetta er pretty good looking, man. Wow. Ég er alltaf að sína myndarli það sem við erum að horfa á. Ég hef ekki hugmynd hvort þetta actually sést. That's somebody else's problem. Þetta er bara eins og fucking hostage video. Just hold it up. Já, hold it up, bro. Hold it up and smile. Hversu sick að maður getur bara veist, já ok bara til að back this up að fólk actually hlusta á þetta podcast að senda ykkur stelpa á mig í fyrra þetta bara ekki, herri, ég hata podcast en ég náðu tókst frændum minni viðtal og nú er ég búin að hlusta alla þættina á þeim dögum fucking shout out to Elvu, king shit sko Elva, going fucking hard hard með huge titties alright, hey, segð mér fiskkonu gömul hún er eldri við maður okay, god Ég veit það ekki hún lítur Já, hún er svona 22, 3 little petite með big tits Hversu rare er það En hún tók marathon á fucking podcastið á 3 dögum Ég meina ekki, ég gerði það all the time svona, í vinnunni Það er fucking props to that man Jesus Christ She's bitch got a problem Já, ég var næstu búin að segja Ég var ekki bara að segja það Ég var að bara að segja props Það er insane Hvað meinar þið samt? Hún bara svona er örgulega að vinna í skólanum Já, ég meina, ég hef gert þetta með Opie Ég er búin að hlusta á alla Lucy Kay, Bill Burr, Patrice bunch of other guys alla þættina er Opie Anthony 400 þættir eða eitthvað That's a lot of shit En ég hlusti bara podcast That's all I do, man Núna þegar ég hugsa um það That's all I do, bro
sko þú alveg með nokkra þættir sko 3 dagar, ég er bara að pæla Hvað er það, þú veist, að þetta er at least 70 til 100 klukkutíman eða eitthvað Það er insane maður að koma örgulega nálægt 100 klukkutímum að vinna að podcastinu Well, ok, ég myndi nefnilega ekki einu sinni vera pirraður ef hún hefði bara hlustað á hálfan bara klukkutíma af hverju Það er nefnilega máli, ef þú byrjar að fíla og ég sé það fyrir mér sko þú fílar kannski einhvern parta og þú fíla og svo kannski bara byrjar að tala um mig svo fílar ekki Hlustu þú þannig á podcast? Nei, en ég gerði það einu sinni og ég veit að fólk gera það Ég sé það fyrir mér Við erum gaman með þetta podcast, right? Að nú er þetta alveg segja áramótasköpurinn Ef að wrap it up á því áður en ég þarf að fara heim Þannig að, sem ég að segja, þetta er cool að ég byrja þetta podcast ég langar bara að hafa þetta svona maður getur chatted bullshit og djókað og fucking say faggot átt og því og sexinum Ég var að fara að segja það ef leið og ég má ekki segja öll þessu orð sem ég er að segja Ég vona Það væri svo sorglegt bara Ég vona að við verðum ekki óþægileg í nýja stúdíunum og þetta verður skjár fyrir fram Það verður örugglega bara smá óþægilegt bara til að vera hreinskilin það verður örugglega bara fyrir mig, ég veit það ég finn það núna En líka, maður þarf að fara á stað lappa upp, það er fólkana og lappir í stúdíu It'll be a cool thing sko. It'll be a cool thing og ég held að maður getur alveg kinda týnt sér í því Já, Já, eins og þegar það er a whole build-up to a thing eins og þegar ég var að fara upp á svið og eitthvað eða eins og þegar við förum kannski að gera fyrsta þáttin og eitthvað og við þurfum að fara hann inn og ég fíla stundum þegar ég er svona stressaður og eitthvað það er svona build-up það er léttara bara svona að missa þig bara kinda inn what the fuck, hvað sem er í gangi bara right there og reyna bara svona anda í gegnum það og það er smá óþægilegt en það er þægilegra heldur en að vera bara hérna alveg svo bara bullshit við gegnum að skilja það já, maður fær kannski cold sweats og maður þarf kannski að drulla en það býr reyndar til finnst mér besta shitið oftast en líka sem ég er really bad fyrir smá stressaður good things happen yeah. Ég ætla að fá Pétur Jón á þetta podcast og ég held að this is the way I can do it ég er svo ánægður að heyra þetta ég var ekki talað við hann at all en ég veit að 2 fellar hafa eitthvað spjallað með hann og næstu í fengan hann er up for it held ég skilur að gera podcast og við fórum að sjá hans hann seems to be frekar bara svona fun guy ég meina hann getur ekki verið svona fun guy og síðan ekki fun guy in real life svona oft á podcasti hann talaði sjálfur ég veist það rosalega gaman þegar fórum að þetta show hann var svona confirma shit sem við tölum all the time bara hann er bara hann og hann þarf bara að vera hann og fuck around og konast þólan ekki stundum að það er bara hann skilur já það var eitthvað ógeðslega fucking geggja bit það var eitt af þessu hvað heitir konast aftur eitthvað já Sunna mín ekki hann ekki alltaf að segja Sunna mín ég held að hann var alltaf að segja Sunna mín en það var besta bitið þegar hann var að tala um það þegar hann var að tala um konuna það var líka gerður þetta já þetta var óvart þetta var óvart creepy við varum að tala um uppistand little laugh track en mér fannst það fucking awesome hann var einhvern tímann að tala um eitthvað svona ég man ekki eins og hvað bitið var það var bara eitthvað svona að hann var ekki masculine já, og hann var svo the thing, hvað var það? The suit, mástu, ég held að that led up to that thing hvað var the suit? ég get ekki klætt með þessu í baggy fötum ég er ekki kallmannlegur, ég er lítill og eitthvað já, fuck me það draf mig þegar hann sagði axlina sína þegar hann var að tala um axlina sína ég ætla að segja, ég er ekki með axlin fucking ok, þetta er það sem ég er að fara að segja þetta er það sem ég fílaði mest við uppistandu hans og bara hann sem karakter þegar hann var að tala um sjálfan sig og hann var að tala um, þú veist, Sunna mín og eitthvað og ég er ekki, stundum er ég ekki nóg eitthvað svona, fyrir Sunna mína og hann var að tala um axlina sína og hann var að vera svo hreinskilinn og það er af hverju það var svona fyndið hann var algjörlega hreinskilinn hann var bara að tala um hvernig hann hugsaði í alveg um sjálfa sig og hann var að gera grín að því og það er hvað uppistandið er mér varst það besti partur, mér varst það mjög falleg þú sást right there þetta konfirma að vera með allan þegar við byrjum að fara uppstand og fara upp og ég var svona fíla bara sögur fíla meira finna sögurskrifina niður og svona og ég er ekki búin að gera þetta mikið og þú komið fucking killer jokes and shit hann var bara, þú veist kind of bullshit his way through it og hann var mjög oft bullshit his way through it og ég var kind of eitthvað
Stundum ég voru var það ekki, ég var ekki það impressed en mér fannst þetta bit vera killer út af því það var from the heart, ég sá það var bara svo honest, en jú, hann var ógeðslega mikið bullshitting og öllum fannst það fucking geggjað út af því það var mikið að bara svona venjulegum Íslandingu, bara svona 30-40 fólkana það er eitthvað við konu þegar drekka kringum aðra konur og kallmann er ekki að stoppa hún var að hlæja og bara it's just annoying það var ekki svo segin og hann var að reyna að stoppa hana frá að hlæja endalegst hún var bara ódrykkin skilur og hún var bara hlæja yfir alla ég skal segja þér eitt ég hef farið á nógu mörg uppistandsjó til að vita það að that thing sem við erum að tala þessi hlátur það er til tegund af hlátur sem þú heyrir og það er kannski mismunandi hljóðið í því en þetta er spes tegund og þetta er rosalega disturbing bara leið og heyrir þetta þú veist að manneskjan er að fara að vera með einhvern ófrið bara miðað við hvernig hún hlær þú getur bara eftir tíma þú getur tekið eftir því sem uppistandari ef þú ert alltaf að fara eins og ég var byrjaðar að taka eftir í löngu áður en ég fór upp á sviði hverju voru að fara að vera problem og ég var þið voru að hlæja alveg og ég sá bara hvernig þið voru að hafa sér við hitt fólkið og ég var kannski þú veist byrjaði búin að kannski setja upp einhver fuck yous tilbaka nice. þannig já þessi gæla var og hún var gæla með hanna ég held að það var mannin hennar líka en hann var bara svona bara að hlæja bara svona quietly og að drekka hann bara svona held að hann að drekka bjórin sin og bara, hann bara svona þóttist ekki heyri í henni það var svona one of those hann er in the situation þess að við tölum alltaf með konur sem hata og með bunch of kids og ég vei maður en það er kind of það var bara kind of fucked up og já þú veist að segja Jóhann var að reyna að róa hana niður og eitthvað en hún elskaði það hún elskaði hún var alveg hann er þetta fyrir mig þetta er allt fyrir mig það er nefnilega the worst thing það heldur hann að gangi endalist bara right? Svona fólk, hugafærið þeirra þegar það er ein svona manneskja í sal með 100 manns þessi manneski getur eyðilagt allt út af því ég sverða svona manneskjur eru kannski fueled að einhverju narcotics að einhverju ég veit ekki hvað fueled heroin ég veit ekki hvað ég sagði narcotics ég var að meina þau eru kannski búin að fá sér eitthvað búin að fá sér bjór, all that good stuff og þau virkilega, þetta er það sem er really sad þetta og það sem gerir þetta really terrible situation stundum þau halda að þegar eins og Jóhann Pétur og gellan hann var eitthvað svona bara eitthvað aðeins að reyna að tala við hann og róa hann niður hún hélt að það væri bara já, meira þetta er gott hún lenti aldrei í að segja fyndin brandar í grunnskóla og að láta þetta hlæja this is her moment ég er með svipa theory fólk sem er alltaf eitthvað að reyna að segja eitthvað fyndið bara eitthvað inn á milli þegar fólk er að reyna að segja brandara are you retarded það er það versta út af því þau eru þau eru aldrei fyndin en þau eru alltaf til í að öskra það aftur og reyna aftur á öllum uppstandum sjó fyrir utan The Cellar og svona sem ég fara á þá hefur alltaf verið svona fyrir frammi beint fyrir frammi þannig að þegar fór með Jóni og Ari Shafir Ari Shafir the killer sko þá var Sanju baby það var 3 fucking gauðra fyrir fram með okkur og gauðurinn í miðunni var bara orðin super drukkin fyrst og Ari Eldjátt kemur upp og byrja að segja eitthvað jók og hún með að hlæja og það gett fyndi og þá byrja hann við erum búin að heyra þetta og öskra þetta yfir alltaf go fucking die okay you know værur ekki, ég veit ekki af hverju en það fyrsta sem ég ímynda mér bara þegar þú sagðir þetta, ég myndaði mér hann að The Wire thing sem The Hitman gæin er með held ekki hversu næst að fara það fyrir aftur og svo kvíslar Eivans hvað er það bara að segja næst every fucking pot of bricka yes you don't like that ég meina þetta var weird plot herru ég var að tala áramóta skaupa þess að vera klára minna fuck that shit það er ekki eins og þess verið að tala en sko ég er búin að tala mömmu everybody sem búin að hitta og hún spyrir út í það everybody kinda likes it og ég þetta fuck you man við kláruðum ekki ég er búin að heyra það ég er búin að heyra nei ég er búin að heyra akkurat dög interesting ég er búin að heyra fólk tala eins og og ég var allavega að segja, ég man ekki hvað þú segja á meðan við vorum að horfa en við vorum shitting on allan tíman út af því að þetta var svo það voru af og til góð bits Villi Netto með eitt sem ég man ekki eftir hvað var ég var bara hló
Þannig að ég ekki að vilja sjáta þetta á TikTok en ég veit ekki já, ég mani því Já, það var sumt að þessu og veif, nei, hann fucking podcast úti á fyndi og hann fótbolta þegar hann var the announcer var alveg, fáum krakkana bara inn það er allir búin að nauðga gælum þannig að ég var að henda þeim út pretty good, veistu hvað hann styrtu miðaldran karlmann Já, 7.000 krónur á mánuði gaurinn mástu þegar hann var í hurðinni Það var fucking fyndið Svo 7.000 óþægilegt. krónur á mánuði Það var fucking fyndið En veistu hvað, það var bara það voru ofmörg fucking lög Já, það var aðalmáli sem við vorum bara Út af því, ok, here's the thing Það nefnilega voru, ok, það voru mörg lög Já, ég fíla lög En málið það sem ég fíla ekki var að þau voru, mér fannst þess að voru alltaf bara svona að tala það sem gerðist COVID Þau voru bara bla, svona, ok, þau voru ekki að búið til brandara það fannst mér Já, Mér leiði eins og þau voru bara svona að nefna allt sem gerðist Í gegnum söng Fuck Apparently- er það? Apparently var síðasta lagi pretty good Jóna eitthvað sagði að það hittaði pretty good Okay. Við heyrðum það ekki, skilum við fucking horfum ekkert á það Hey, ég meina, you fool me 35 times Go fuck yourself, skilur Ef ég fyrir ekki að hlæja svona oft Ég er ekki að fara að klára það Þannig að við vorum ekki með En ég er líka foreldrabókina. ungur asshole Ég er örugglega svo mikið asshole Ég með- er örugglega bara the asshole sem Okay, þú veit veit ekki hvað upp er í gangi svið all the time að fá actual soulless attention Ég er ekki að viðtölu bunch of peeps Who do we think we are? I don't know Stundum maður ekki að sopna En svo manstu hversu fucking shredded þú ert og þá er það What the fuck, hvað er ég Christian Bale úr Psycho Hefur þú séð my morning routine Hefur þú séð myndina by the way Já, ég Já, ok, oft, sko. good okay. Ég, þú veist, aðal svona aðeins sem þurfti alltaf að horfa aftur og ég er ekki ennþá svona hvort þetta var real ekki þetta á að vera þannig, myndin á að enda svolítið svona, maybe þetta er svona already mynd Veistu hvað, ég fílaði myndina gæð mikið en það eðalaðist þegar ég horfði á eitthvað fucking YouTube-vídeó Já. konuna að tala bókina og hvernig myndin bara gerir the whole thing a dishonest Það er bara fyrir service. að myndin er frábær Myndin er fucking góð, Christian Bale er fucking frábær en bókin er bara eitthvað annað Já. you know? Og hún á að vera líka betri sem er oftast satt, skilur, bækur þú veist, go way deeper Já. og þegar verður, þú veist, ég fíla aldrei bækur, núna elska ég audiobooks, það er bara sem virka fyrir mig You know, ef þú pælir í því, það er kind of fucked up að fólk býst við því að fá eitthvað svipað anyways Yeah, what's the point? Frá texta yfir í visuals, það er Yeah. kind of fucked up að við viljum alltaf fá En þú veist- eitthvað svipað en svo Star Wars, ég anyways, er svo sick of it nei, ég er ekki psycho ok Já, og þú veist að segja well, you know, you're shredded, þannig you're good já eins og ég vakna bara og ég bangin eitthvað svona ég er alltaf airbangin Svona eins og fuckar sem vilja vera rockstars gera air guitar, ég airbanga ég ger air guitar all day Ég airbanga til þess að vera wannabe fuckboy ég ger þetta í ræktinni þú veist, bara að ég er comfortable ræktin minna núna þannig ég get bara verið ég og ég er alltaf, þú veist, ég er Og alltaf þú tappin stundum airbangin já, nei, Air guitar? Gauð, all day Air guitar Ég var ræktin á hann, sko Þú gerir alveg air guitar all the time, og ég er alltaf, þú veist, alltaf tappin Þetta er með ekki svona air trommunum guitar sko, þetta er svona little Tourette thing ok, ég man ennþá verið minn grunnskóla ég byrja alltaf að gera þetta og þú veist, what is this og ég þarf alltaf bara að reyfi eitthvað puttan og teppa þegar ég hlusta tónlist að því, þú veist, taktar þó að, þú veist, ég kann ekki á gítar really, ég kann ekki að gera eitthvað perfect eitthvað air guitar Oh my god en svona Ég var að muna eitt tengt að þessu þegar við vorum yngri heyrið maður, heyrið hvað er það? Fuck you Fuck you by the way Ég man, þetta er svo ridiculously funny samt Því við vorum yngri og ég er með góða minningu og hún var að poppa upp núna að út af því ég var eitthvað sko þig gera þetta eitthvað stræt og eitthvað Já, eitthvað svona þykist vera með the guitar eitthvað svona, eða trommuna eða whatever og ég man, þú dæmdi mig einu sinni þú sagðir einu sinni the guitar, hann gerir ekkert svona, what are you doing oh really, damn Já, og ég var bara jamming out air guitarinn og þú veist bara, that doesn't even make sense what you're doing og ég bara, what a cunt man am I not air guitaring correctly fuck you og ég sagði ekki neitt, ég var svo insulted ég sagði ekki neitt Geir, maður, það var svona period, við vorum alltaf í stræt og saman alltaf, við byggum hlið við hlið Já, og það myndi, I'm sorry, en það myndi bara vera hey, what's that thing you're doing? Fuck you Stundum, og við vorum stundum bara pirraðir Já, Já,
okay, það var period sem við fórum sátum samt saman for a while en bara silent Já. shit tension Já. skiptir ekki málum ég var asshole stundum, þú ert asshole stundum Look at that, comes back around en Ég ég vil að kom útskýra betra. sko af því this whole thing, ég er alltaf ég er að keira og alltaf að teppa stýrið eitthvað What? þetta er eins og einna This okay, whole thing, við getum ekki fara Ég var að fara heim ekki mál We can't jump into the whole hand tap þetta var það mínútu That's a- shit maður en ég fæði I að don't klára give a fucking sentence You know, það fer yfir í Arnold Schwarzenegger einhvern veginn og hérna Við erum bara með svo mikið aðdeglisbröst já maður, gauð, Arnar viltu plugga eitthvað, þú er alltaf hættur á TikTok basically, what the fuck bro Yeah þú hætt mig ekki alveg, ég er að segja þú horfður á Wire og þú kemur mig heimavinnu fyrir þig sko þú fer heim núna og gerir 4 TikToks Sure, kemur heim með mig Hvað? What do you want me to do? ok, gerir 2 TikToks sem hjálpar ykkur með að vera uppstandari bam, do it Að hjálpa ykkur Ja, bara ertu að tala tips. Bara tips á TikTok yes, ég reyna að gera ég er ekki búin að gera nóg ég gerir svona, how to start a podcast eitthvað bla 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 Ég ætla að skráða múður þessum áfanga kill myself nei, ógeðslega easy við því væri bara einna þú veist, hey, this is my day job og svo sýnir þig upp á sviðið eitthvað djókað eða eitthvað, bam, there's one fucking, Ok, I got a million of these Ok, þannig þú vilt að ég gera 2 TikTok ég ætlar að gera, Ég get gert 2 TikTok let's go man, ok, Ok, já. ég skal gera 2 líka eftir, það eru good Ég skal gera 1 á morgun og 1 daginn eftir That's a little go for me fucking ridiculous bro ertu ekki svona, alltaf ég byrja að gera þetta þá næ ég churn out 4 eða Ég eitthvað er búin að gera shit I'm getting my shit back together Ég ætla ekki að gera 2 Og því alltaf þegar ef ég vill hoppa aftur inn í eitthvað já, sem, þú veist, ég get alveg tekið pásu frá ykkur og hoppað inn í það en ég tek eftir því ef ég hoppa of djúpt ef ég tek kannski, og ég sver að geti bara verið það ef ég tek 2 TikTok kannski á sama kvöldi eða eitthvað bara vinnan klukkutíma og kannski daginn eftir þá líður mér eins og það var eitthvað, shit, það var ekki mikið og þá er það bara eitthvað svona overwhelming í haustum og þá þarf ég ekki að gera það í dag já, og svo bara gleymur þessu já, þannig til að byrja með þá hefur tekið þetta betra að bara hafa bara low that's fine maður já, ég reyndi alltaf bara að gera 1 á dag og svo bara virkaði betur ef ég bara geri 4-5 það hljómar really stupid bara þegar ég var að reyna að segja það uppátt en það er einhvern veginn þannig ef ég byrja of mikið í ykkur þá kannski verður bara overwhelmed, það er totally verður kannski reasonable já, og ég held að ég hugsa líka stundum bara oh shit, þetta er svolítið high pace já. ég get ekki lækka minn pace ég þarf að Já, hætta alveg og svo séðan byrja frá byrjun eftir 2 mánuði frá the correct pace þetta er svo retarded við erum ekki að segja þetta er réttlátt en you know, við erum en ekki þetta er perfect hvernig heila virkar já maður hvernig fucking heila virkar stundum en bara gerðu og líka just, það þarf ekki að vera gott gerðu bara 2 piece of shit TikTok þá voru hinn betri nákvæmlega það skiptir ég sagði á hann ég posta á fyrir þessa bíómynd en mín comments þá posta ég á TikTok að getið þið rósta mig og Vignir, you piece of shit postar eitthvað en þú farið ekki róst að þið út ekki meira en views hey, það var fucking gott sko já, en ég gerði líka 2 TikToks afterwards so fuck you, huh? lit a fire under your ass Þú ert ekki með að posta í mánu, ha, Vignir fuck, hann er að koma að podcast eventually man. He's probably a good guy duke it out then hann er, yeah ég ætla að launch inn í hver hann er somebody's gotta end this podcast yeah, somebody does Arnar fucking hvað heitir aftur á inn á TikTok fyrir fólk sem vil atta þig? Arnar _ Who? Arnar _ who? Takk fyrir að hlusta á Potti Podcast á Instagram fyrir þessi klipp sem við erum að tala um í dag og frikki.r á TikTok check that shit out Potti.is by the way merchið er að droppa mánundaginn þannig að ef þið viljið peysur eða bóli check that shit out Takk fyrir að hlusta Það er alltaf fucking kall Yes! Fucking Potti og Frikka